Jæja, kæru vinir, áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Stundum tekum maður svo til orða að það sé óþarfi að kynna fólk og það er ekki alltaf rétt, en í þetta skipti held ég að sé alveg rétt. Ég held að sé alveg óþarfi í rauninni að kynna þetta fallega fólk sem er komið í sófann til mín núna. En þetta eru þau María Pálsdóttir og Logi Einarsson. Sko, þau eru arkitekt, þetta er samfélkingamaður, þetta er skriðukull, þetta er leikhússkólastjóri, leiklistarskólastjóri, hælisstjóri, nefndu það, pörupiltur, guð má vita hvað. Bara hjartanlega velkomin. Takk. Takk fyrir. Og gaman að fá ykkur í sófann. Hvernig ferum ykkur? Nei, bara rosalega Rosa vel, það er svo gaman að koma í þetta nýja fína sett. Er það Þú ekki? stendur þið svo vel, þetta er allt svo eitthvað dásamlegt. Guð, ég er hérna með fyrrum þáttastjórnanda föstudagsþáttarins. Nú varst þú með þetta? Ég var með þetta nefnilega og mér fannst svo erfitt að tala í kameru. Hann gerir þetta eins og að drekka vatn. Þú bauðst mér aldrei. Nei, ég sá ekki maður bók þættina. Alltaf að skella skuldinu aðra, María. Já. Það er það sem ég Ég gera. lærði það. Því miður. Já, það er bara svoleiðis. En ok, hún bauðir ekki þáttinn til sín, þannig að þið hittust ekki þar. En ég veit að þið hafið hist áður en þið komið í þennan þátt núna. Já, einu sinni. Einu sinni. Og það var hann í bara blá byrjun hælis brasins míns. Já. Þegar ég var svona að spá í húsnæði þarna á Kristnesi. Ég þurfti að fá einhvern til að líta á þetta með mér og aðtöku hvort það var eitthvað vit í þessu. Og þá hringdi ég bara náttúrulega í aðalmanninn og bjóst við hann sagði svona, já, ég hef nú kannski tíma eftir 2 mánuði. Og hann sagði, ég kem bara eftir hádegi. Og ég var svo hissa og glöð að einhver skildi stökkva svona til. Og hann labbaði þarna með mér allt og leist svona vel á þetta. Einhvern veginn sá möguleika því ég var eiginlega búin að jarða hugmyndina fyrirfram. Þetta yrði nú allt of mikið vesen og allt of dýrt og eitthvað og gengi ekkert. Það var eiginlega það sem ég bjóst við að heyra. En hann var bara svona ljómandi ánægður með þetta og hvatti mér svona óspart þetta á en svo náttúrulega misti ég hann bara inn í einhver þingstörf og sá hann ekkert meir, sko. Já, ég meina það var hálf fúlt vegna þess að þetta er ótrúlega spennandi verkefni og náttúrulega gott að hún fekk bara fólk með sér í þetta til að klára þetta. Já, fáranlegt grettist takk sem mannskinn er búin að lyfta það. Þetta er náttúrulega mjög merkilegt safn og í þeim svona tíma sem við lifum í núna þá held ég náttúrulega að þetta eigi enn meira erindi til okkar. Guð minn góður, já. Sýnir okkur í rauninni hvað við erum vannmáttu gagnvart þessu stóra sem við veitum ekki hvað er en líka hvað okkur hefur tekist vel til svona síðustu áratugina að verja okkur þrátt fyrir allt gegn þessu. Já, já. Og til samanburðar, sko, að því að berklarnir voru náttúrulega grassera bara þarna áratugum saman og svo komu lyfin. Við erum eitthvað að tala hérna ár eða 1,5 og svo koma lyfin sem kannski duð ekki alveg ennþá en ég meina þetta er svo breyttir tímar. Þetta er breyttir tímar, við megum æfa okkur í aðurlýsbænunni örlítið betur þessa dagana, sanna sagna, en þetta er, við plægjum okkur í gegnum þetta. Já. Og þessa dagana, hvað er að gerast í lífi Loga? Ég er nú svona, má segja bara eiginlega svona næstu eins og ég sé staddur á Leifsstöð. Já. Þú veist, ég er að leggja á stað í eitthvað ferðalag, ég er eiginlega vallalaður á stað og ég er heldur ekki kominn. Þannig að þú ert bara barnum? Við erum búin með kosningarnar, þær fóru auðvitað ekki nógu vel en engu að síður, þjóðin ákveður. Við erum ekki búin að sjá nýja ríkisstjórn, við höfum heldur ekki alveg séð hvað verður gert vegna kosningarna í Norðausturkjördæmi. Við erum að reyna að vinna teikna upp frumvörp og reyna að teikna upp einhvers konar plan fyrir veturinn án þess í rauninni að vita hvernig hann verður. Nei. Þannig að þetta er svona skrítinn tími, þetta er svona eins og að vera pínu á Leifsstöð. Svona á limbói. Já, einmitt. Furðulegt. Eitthvað fylgst með ófærð? Nei, ég er eiginlega hættur að geta fylgst með sjónvarpsþáttum þar sem ég þarf að bíða í 1 viku eftir næsta þætti. Já. Þannig að ég safna upp ófærðarþáttunum og mun horfa á það einu kvöldi. Og vildi gjarnan að þetta næði til fleiri hluta. Ég hef til dæmis verið að velta því fyrir mig hvort það er ekki miklu skemmtilegra að enska úrvalsdeildin yrði bara spiluð fyrir lokuðum dyrum í ágúst og maður gæti svo hámhort á alla 38 umferðirnar bara á 2-3 sólarhringum. Það væri rosalegt. Ég hugsa að kona mín, Margrét, yrði ánægð með þessa tilhögun. Já, hún gæti fundið sér nóg að gera á meðan. Já, sko, ég er náttúrulega hellaði púlari, en við getum bara tekið þetta á einni helgi. Já, og það. Já, akkurat. Já. Og þá var þessi 1,5 tími í viku, var hann frá. Og það er ekki að ergja sig á því. Ekki að hún sé ergja sig, taka það fram. En ófærð. Já, sko, mér finnst magnað hvað fólk horfir þó á ófærð í línulegri
virðist vera og það eru heilu hlaðvörpin þar sem fjallað hvern þátt og ég veit ekki hvað og hvað. Ég leik þess að pínlítið hlutverk í Ófærð, hana Sigrúnu, hún er réttar rannsóknar lögreglumaður. Hún er svolítið svona að taka DNA og svona eitthvað. Ok, og æfðirðu í því að taka DNA áður en fórst að leika? Já, við spurði máminn lögguna hvernig þið færu að þessu sko. Og svo var náttúrulega fullt af fólk á setti líka sem að gat sagt mér nákvæmlega hvernig maður ber sig að. Fullt af fræðingum þarna. Einhver skúbb úr seríunni? Sko, ég ætla frekar bara að gera fólk forvitið af því að ég heyrði að hérna eftir síðasta þátt þá var fólk svona veltaði fyrir sér að Míns og Sigrún og Andri væru kannski mögulega að stefni í einhvern rómans. Ok, þetta var mögulega, það er ekki spoiler. Vandamálið, sko, það sem er vont við að vera hám áhorfendur, það er að maður er alltaf að koma inn í samræður, sitjast niður í hádeginu og hitta fólk og maður er alltaf að standa upp og fara því að fólk er að tala mikið Ófærð, hefur gaman af þessu og maður vill auðvitað ekki vita hvað mun gerast. En það ætla ég ekkert að segja, ég ætla bara svona að gefa undir fótinn með það, margir sem segja að það sé komið tími fyrir andra að lenda í einhverju rómantík. Er það ekki frekar en að þamba bara mjólk? Má ekki fara að kissa einhverju konu? En svo segja ekki hvernig það fer, fólk verður bara að fylgjast með. Þetta eru skemmtilega þættir. Já, gaman að heyra. Síðustu seríur af Tóksti. Og hlýtur nú unna frændaðinu þess að fá að kissa konu? Eða karl, ef þannig er. Já. Þannig er að afar okkar Ólafs Darra eru bræður, voru bræður. Náskyldir. En ég þekki hann ekkert og hef eiginlega ekki hitt hann, þannig að hann veit ekkert af því. En hann er örugglega að horfa. Já, nú veit hann þetta. Nema hann kannski bara hámhorfi á föstuþáttinn, hvað er maður. En þú ert með skúbb hins vegar, veit ég. Já. Úr einni af vinnunniðinum. Þetta nefnilega, ég er með svolítið alls konar bolta. Ég hálfu starfa hjá Menningafélagi Akureyrar sem leikskóla, skólastjóri Leiklistarskólans. Það tengist því nú eiginlega ekki beint, en ég bara varð vitni að því í vor að mögnuð kona, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, hún bara innleiddi eitt stykki Skjálta sem er litli bróður Skrekks sem allir vita hvað er. Hún bara innleiddi eitt slíkan á Suðurlandi. Já. Og gaf út, bjóð til handbók innleiðingu Skrekks í leiðinni sem meistaraverkefni á Bifröst. Og svo þegar ég fór eitthvað að heyra í henni og spurja hvernig gerður þetta eiginlega, þetta er geggjað frábært til hamingju, mig langar að gera svona á Akureyri. Þá bara rétti hún mér handbókina sem ég er bara komin með og nú er ég bara á fullu að láta fiðring gerast hérna á Norðurlandi. Fiðringur? Og sem sagt, þá er þetta hæfileikakeppni grunnskólana hérna á Norðurlandi. Við byrjum kannski bara á Akureyri og 3 skólunum hérna í kring, þetta er svona pilot, við erum bara að prófa þetta. Úrslitakeppnin verður í Hofi 4. maí á næsta ári og við erum bara núna að fara að kynna þetta í öllum skólanum. Ég er búin að funda með skólastjórum og Karli Frímanns og þetta er allt bara að fara að gerast. Sækjum smá peninga til uppbyggingarsjóðs og svo bara förum við af stað í þetta og þetta verður vonandi áralegt því að krakkar í 30 ár allt land hafa verið að horfa svolítið öfundaraugum til Reykjavíkur og vildu óska þess að þeir getu verið í svona. En ég hlakka til að fylgjast með þessu vegna þess að það er alveg ótrúlegt hvað ungi krakkar og unglingar í dag eru orðin flink í öllum mögulegu og ómögulegu. Og ef að við mælum okkur við það sem við gátum eða töldum okkur geta á þeim tíma, þá er það rosalega lítið með hvað þessi krakkar geta. Já, og akkurat þessar dagan er verið að sýna frá Skrekk í Reykjavík. Þetta er náttúrulega bara svo magnað að sjá hvað þessi krakkar eru að gera því að Númer 1, 2 og 3, lykilatriði í þessu öllu er að krakkarnir búa sjálf til atriði. Þetta er ekki eitthvað sem kemur að ofan, gerðu þetta. Og það er ekki beint leikstjóri, en það er einhvers konar leiðbeinandi og utanumhaldari fyrir hvern hóp. En þetta kemur allt frá þeim, allar þeirra hugmyndir. Við vorum meira sko í Grámann í Garðshorni sem að yfirkennarinn leikstýrði. Þeir sem léku aðhluturki voru bara þeir sem voru konið langt í reikningi og máttu vilja missa tíma. Þetta er svo galið og í staðin fyrir að þroska og þjálfa þessa sköpunargáfu, þessa hæfileika sem að krakkarnir búa yfir og þessa lífsleikni að öðlast sjálfstæði og sjálfsöryggi og koma fram. Sem verða lykilþættir. Þegar framleiða stundir. Þegar framleiða stundir í að okkur farni sæmilegi þessari brjálæðislega breyttu veröld. Akkurat. Hugsið ykkur hvar við værum krakkar ef við hefðum nú fengið að njóta þessa. Já, svo miklu betri stað. Já, við erum á góðum stað, en við gætum vera betri. Já, en mér finnst þetta allavega hrikalega spennandi og ég sé fyrir mig bara landið og miðin í öllum landslutum að allir krakkar hafa aðgang að svona því að það segja allir og ég er með eina með mér, hana Heru Jónsson kendi hjá mér í fyrra og flutti svo sögur en er með mér í þessu samt. Hún er svona fyrirverandi Skrekks keppandi, svo hefur hún líka verið leiðbeinandi og hún hefur líka unnið í félagsmiðstöð sem að sér svo gæslun og keppni. Hún sko þekkir þetta allstaðar frá
Og hún segir, þetta eru bara bestu minningarnar á grunnskóla. Dásamlegt. Það eru þessi skrekksdagar. Þannig að þetta væri svo Þetta væri spennandi. Já, Til hamingju með Fiðring. Takk, Fiðring litla. Takk. Rétt að lokum, það er að koma helgi. Ætlið að gera eitthvað huggulegt? Ætlið að slaka ykkur eitthvað? Hvað? Já, við verðum allavega ekki jafn lengi út og við ætlum okkur Marja, var ekki eitthvað að vera að Jú, þrengja? nei, það er á miðvikudaginn. Það er á miðvikudaginn? miðvikudaginn. Nei, ætli við erum Brjála komin á þann djam alla aldur, ætli helgina. við reynum ekki að hafa þetta bara notaldi í hvað með fjölskylduna. Ég styð það. Ég ætla náttúrulega að hælið bara að standa vaktina þar. Hvet þá sem eftir að koma þangað að kíkja. Það er opið milli 2 og 5. Opið milli 2 og 5. Já, Ekkert mál að halda löglegri fjarlæðu svo framvegis. Nei, það má vera með grímu og kannski bara neyðust til að fara skikka alla í grímunotkun aftur og það er spritt fyrir alla. Dásamlegt. Ég vona að ég komist í leikhús á morgun, annars ætla ég mitt að bara hugga mig með fjölskyldunni. Og horfa á einn Liverpool-leik. Og kannski ég skelli einn Liverpool-leik. Herðu svona, Ástar þakki fyrir komuna á spjallið. Takk sömuleiðis. Og við sjáumst að vörmu spori.